Nú nóg komið. Hér verður ekki spiluð nóta meir í þessu húsi meðan ég Tóri. Ég búinn að fá mig fullsaddan af þessari stefdruslu og hana nú. Blessaður, Marteinn. Ert þú Höskuldur? Gísli heiti ég. Gísli Höskuldur? Nei, bara Gísli. Blessaður bara Gísli. Já, við ætlum að ræða grín og húmor og þú svona sem sérfræðingur á því sviði. Hvernig grín á Íslandi? Íslenskt grín þarf að vera íslenskt. Við í ríkisflokknum, við höfum valið að það er bara eitt ríkisgrín og sagt bara einu sinni á ári áramót og aldrei aftur. Já, nú Laddi Þóroddur Sigurðsson, hann þekktur grínisti. Hvernig finnst þér Laddi? Ég kannast við kauða og ég hef alltaf sagt nákvæmlega, það er einn grínari, það er bara einn grínari, einn skemmtikraftur, einn gleðigjafi, ef svo má orðið komast, ríkis gleðigjafinn okkar og það er náttúrulega engin annar en Mörður bróðir minn, lögfræðingur og skjalafalsari. Nei, skjalaþýðandi ætla ég að segja. Ég þarf ekki að sjá hann. Hér kemur strax upp vandamál, því hvar sem leitað þá finnast engar upplýsingar grínistan Mörð Mosdal. Í öllu safni sjónvarpsins eru ekki til neinar upptökur með efni frá honum og enginn sem við var rætt, annar en Marteinn Mosdal, kannast við að hafa heyrt Mörð fara með gamanmál. Ekki gekk heldur að hafa upp á Merði sjálfum en svo virðist sem hann fari huldu höfði og hafi vandlega falið slóð sína. Þess vegna neyðumstu til að halda okkur við þá upphaflegu áætlun að fjalla í þessum þáttum grínistan Ladda. Ég fæddur í Hafnarfirði, já, Nönnustígnum, Hafnarfirði, Vesturbænum, Vesturbæjavillingur. Þú kannski manst ekki mikið eftir þeim degi en hvar og hvenær manstu fyrst eftir þér? Það var nú bara þar, bara á Nönnustígnum sem hann var að leika sér og í hrauninu í Hafnarfirði. Sem var nú bara heilt ævintýra land, sko. Þetta var mjög öruggur staður, en það var aldrei, útidyrunum aldrei læst, það var alltaf allt opið, sko. Það var aldrei átt engin lykil á húsunum sínum, þetta var alltaf opið bara, alveg makalöst. Hvernig varst þú sem barn? Rólegur og prúður? Rólegur? Nei, ég var nú svona, sko, ég var, þú veist, ég var náttúrulega óskaplega feiminn og svona. Og átti það til að vera með svolítið læti líka. En ég held ég að vera svona þokkalega bara góður drengur. Eða mér minni það, sko. Ég vil muna það allavega þannig. En hvernig var lífið? Voru menn, drengir og stúlkur allan daginn bara út að leika sér í rauninu? Já, en þetta var nú, sko, breyttist nú hjá mér vegna þess að þegar ég var 30 ára þá skildu nú mamma og pabbi og pabbi fluttist bara austur í sveit þar sem hann var ættaður úr Rangárvallasýslunni með Eyjafjöllunum og tveir elstu bræður mínir, Halli, Haraldur og Valgarður, fluttu með honum og ég og Hemmi bróður erum eftir hjá mömmu og þannig að svona lífið breyttist svolítið þannig en við bjuggum náttúrulega í kjallaranum hjá afa og ömmu þannig að við vorum á öruggum stað. Hvenær og hvar manstu fyrst eftir litla bróðinum, Ladda? Þórhalli, það hefur verið sennilega þegar hann kom í heimsókn austur í sveit.
þar sem ég átti heima, þá var hann eitthvað bara eins árs gamall eða varla það. Og jú, mann er vel eftir því. Svona hálf svona auðmiklilegur á að líta þá, sko. En svo braggaðist hann svolítið, hann var þarna töluvert í sveitinni, kom á sumrin, þar sem ég var. Ég var nú svo heppinn að náttúrulega, ég fór í sveit, afi og amma bjuggu upp í sveit, náttúrulega pabbi ættaði þaðan og Halli bróðir var ólst upp þá hjá afa og ömmu þar. Þar var ég í sveit oft á sumrin og þá hittust við aðeins bræðurnir. Og það var náttúrulega alveg stórkostlegt að fá að vera þar og svona, ég segi það oft allavega að það hefði svona bjargað svona svolítið lífið manns að fá að vera þarna í sveitinni með skepnunum og því heldur en að hanga í bænum, sko, gerandi ekki neitt og þú veist, láta sér leiðast og þor ekki að tala við neitt og maður átti engan pappa og allir aðrir áttu pappa, það var voðalega skrítið þannig að maður náttúrulega þóttist eiga náttúrulega pappa og bara, þú veist, upp í sveit, það var svona ekki að gera hjá honum og maður bjóð til svona svolítið líktan karakter úr honum að pabbi var náttúrulega, hann var náttúrulega stærri og sterkari heldur en allir aðrir og ríkari og veit ekki hvað og hvað. Átti 1.000.000 hesta og svona maður reyndi að gera svolítið stórt úr því, það bara, þú veist, það var svo mikið að gera hjá honum, hann kæmi svo sjaldan í heimsókn. Svona til þess að vera aðeins meiri heldur en hinnir. Þó að Laddi hafi eiginlega byggt allan sinn starfsferil á því að aðrir hlæja að honum, þá var það ekki það sem að lítill drengur í Hafnarfirði óskaði sér á sínum tíma. Það er að segja að vera aðhláturs efni. Mér leið oft illa þegar ég var lítill og svona og maður var komin út í alls konar sjálfsvorkun og ég veit ekki hvað og hvað, maður var út undan og eitthvað að því maður var svo feiminn og með þessa minnumáttarkennd, maður þorði aldrei að gera neitt og svo var manni strítt pínlítið og svona bara út af því náttúrulega. Svona innst inni, þá er einhver svo mikill sársauki inn í þessu manni sem alltaf einhvern veginn kemur í gegn. Þannig leiðum við hlægjum að honum, þá finnum við svo til með honum og við elskum hann svo mikið fyrir það að hann vekur með okkur sko nefnilega bæði þennan sko innilega skellihlátur og einhverja samsömun við okkar eigin sásauka. Er það eitthvað svona trúselement sem að þarna, já? Já, algjörlega. Þetta er sko heimsins bestu trúðar hafa einmitt þetta. Að geta sýnt okkur sko sína mannlegu hlið og fengið okkur til að hlæja að henni og okkar eigin göllum og okkar eigin sásauka leið. Varstu fyrir einhver áreiti eða innrættið slíku eða var þetta bara svona inn í þér sjálfum með? Það var svona örlítið áreiti sko þegar ég var með bróðum mínum og svona þá var svona þetta ekki að gefa apanum banana og svona og þú veist og svona maður fór að hafa hugmyndir að maður væri ábáslega ófríður og svona maður væri eins og api framann og þú veist og þá fór maður ennþá meira inn í sig og það var bara sko bara ángist að þurfa að fara innan fólk eða fara í skólan og svona það var bara kvöl, ekkert annað. Hafði þetta kannski áhrif á þig eða svona mótaði þig eitthvað leyti þessi? Já, ég held að það hafi bara gert mig bara sterkari sko. Já. En þetta var svolítið sko og er enn þann dag í dag sko. Ég hef aldrei losnað við almennilega. Þessa ángist litlu og feimnina og minnumáttarkenndina. Þetta er ennþá til staðar sko. Ég fæ símtal frá fasteignasala kaup á húsi sem ég er búinn að búa í 32 ár í Hafnarfirði. Þegar ég er búinn að eiga þetta alvarlega samtal við fasteignasalana þá sest Laddi niður með mér og rekur úr mér alla gatnir og þá kemur í ljós að hann þekkti þetta hús og gjörþekkti þetta og sagði hringdu bara í bæinn og taktu húsið. Svo þegar við komum í bæinn þá fór ég náttúrulega að skoða húsið og þá þekkti hann hvert einasta herbergi og hafði sem sagt leikið sér þarna sem barn og var eiginlega húsgangur í húsinu. Þá hafði hann alist upp í götunni. Þannig að konan sem ég keypti húsið af, hún fræddi mig það seinna að hún hefði nú stundum þurft að
miskuna sig yfir þá bræður. Þeir voru settir út á kaldan klakkan á klukkunni einni saman, eins og hún orðaði það. Við vorum alltaf fátæk og maður var ekkert smart klæddur. Ég var alltaf kvefaður, alltaf með hor í nefinu og svona. Maður var ekki árennilegur svona. Það var ekki búið náttúrulega að greina menn þá með athyglisbrest, en ég var alveg pottet með það. Það hét öðru nafni í gamla daga. Óþekkt? Það hét bara, nei, Tossi. Já. Hét bara að vera Tossi og það bara því að menn voru ekki með athyglina við lærdóminu eitthvað svona. Ég horfði bara alltaf út gluggann bara eitthvað og gleymdi mér. Fyrst þegar ég hitti Þórhall sem var lítill, þá kom með hann til mín og ég sá strax að þarna var eitthvað mikið að. Já, hann var ekki greindur. Eða sem sagt, það var ekki búið að greina hann, sko. Ég var kallaður upp á töflu til að gera eitthvað, reikna eitthvað dæmi eða eitthvað, þá, þú veist, ég náttúrulega satt alltaf aftast í bekknum og var það feimin og ef ég þurfti að fara, sko, þá bara byrjaði maður að svitna. Og þá bjó ég bara til annan karakter sem ég sendi upp á töflu, sko. Og þá fór ég bara í eitthvað svona, eitthvað neginn bara og var alltaf rekinn í sætið eftir. Hætti þessum helvíti fíblalætum og farið í sætið mitt og þannig losnaði ég alltaf við þetta. Var þetta ekki upphafið af þínum, þinni karaktersköpun? Já, ég hugsa það. Því að þá var ég alltaf að búa til einhverja svona í feimninni. Gat aldrei verið ég sjálfur og þá var ég alltaf með einhverja raddir og eitthvað var eitthvað allt annar, sko. Og ég hugsa það að verið svona byrjurinn á þessu. En ég komst að því þá að hann var geðklóði. Á háu stíi, skal ég segja þér. Sá ekki nema 10-11 ára gamall og þá taldi ég einar 30 persónur sem voru fastar í honum. Er þetta ekki óvenjulegt tilfelli? Mjög óvenjulegt. Það voru reyndar nokkri svona í Hafnarfirði á þessum tíma, voru svona furðulegt fólk. Já, ég veit ekki. Þetta var eiginlega byrjaði strax í sveitinni, sko. Það var ekki verið að eitthvað hlóa fíblalátunum heldur en hitt, sko. Og meiri sé að náðan að láta gömlu hjónin afa og ömmu okkar veltast að hlátri. Það var verið að hirða hey, svo kallað var, færa það heima af túninu og inn í hlöðu. Og svo hittnar oft í heyinu þegar það búið að vera smástund í hlöðunni. Og það virkar þannig þegar heyið hittnar þá myndast svona mygla ofan á heyinu. Kemur upp og hann rak augun í þetta og þótti þetta furðulegt fyrirbæri og fór að ráðast á þetta og ímynda sér þetta væri einhver óvinnur þarna og hann sko lék heila leikritið þarna og þá kom hann með þessa rámu rödd. Ertu heyrnarlaus? Ég var búin að biðja að segja þessi 3 orð. Er það svona skemmlega erfitt? Og þau skellihóu og þá sagði amma okkar að sko, ef hann verður ekki leikari þessi maður, þá veit ég ekki hvað. Þetta mikið nammi, 19 milligram, sæta brauð og súkkulaði, sykur kringlum 800, lakrísar í stórum stíl, staurar fyrir kranabíl, 100 milljón handan mér, 80.000 gef ég þér. Ég nú verið svolítið ofta að sýna stofnunina. Sýna mig? Og þá þekkja allir skrám. Það er fullt af brúðum sem við hefum gert. Önnur brúða sem var mjög vinsæl líka sem Latti var líka í Binni bankastjóri með Bryndísi Skran. Það mun ekki eins margir eftir henni. Það mun allir eftir Bryndísi. En ekki eftir Binna, sko. Kaffi? Já, 10 dropa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nei, þetta var 9,5. Ég byrjaði líklega þá haustið 79 með þá hætti og fyrsti pródúsentum var Andrés Indriðason og hann kom strax með þessa brúðu sem Gunni Bald var nýbúinn að gera og ég veit ekki hvort hún hét Binni og hvort að nafni bankastjóri var komið á hann strax nema hvað að hann fékk svona smá part alltaf í þættinum okkar. Það ætlaði ekki verið 10 mínútna skotið eitthvað slíkt.
Jæja. Binni, Já. kanntu ekki einhverja svínabrandara? Hæ? Svínabrandara? Svínabrandara? Já. Nei, ég kann ekki svona sko, en ég þekki eitt svín. Nei, það? Já, býr í næsta húsi við mig. Þú þekkir ekki alvöru svín eins og ég. Nei, hrekkjusvín. En náður ekki þá svona, skapaðir svona gúdvill eða vinsældir í bekknum með þessu? Hjá sumum, jú, ég var svona, hvað við segja, hirðfíblið í bekknum sko, svona klánið, alltaf með fíblalæti og svona, jú, það var hlegið að mér en ég hugsaði að flestir hafa nú haldið bara ég væri hálfgerður kjáni bara. Og svona, en það var bara að hafa það. En lífið í Hafnarfirðinum var heldur ekki svo slæmt, ekki að öllu leyti. Því þar umgengst Laddi fólk sem hafði áhrif á hann sjálfan, eða allavega á einhverjar af þeim persónum sem hann átti síðar eftir að skapa. Hann, þessi, já, hann á nú rætur að rekja kannski til afa minns í Hafnarfirði. Svona smá, svona hollinga á honum. Ó. Og einmitt að því að bróður minn var kallaður Hemmi, Hermóður, kallaður Hemmi og þá var þetta svona sambland af afa og frænda minn sem ég veit Óli, kallaður Óli Grall. Því hann var svona með svolítið fíblalæti eins og ég. Ég lærði svolítið mikið af honum, hann sagði það alltaf þegar ég var orðinn frægur. Þá sagði hann alltaf, já, Laddi minn, ég kendi þér þetta allt. Vorum saman í skólanum, sama skólanum. Og svo skrítið með það hefna, og svo skrítið með það að allir í bekknum okkar hétu Jónas líka, nema Árni Pétur. Hétu allir Jónas í bekknum hjá þér, nema Árni Pétur? Já. Og hvað hét hann? Hann hét Guðjón. Og hann var alltaf svona, já, Hemmi minn, og þetta. Og þetta að kenna, sko, hann sagðist hafa kennt mér þetta allt saman og þá var dengsið til, já, Hemmi minn, já, ég kendi þér þetta allt saman og svona þannig að þetta kom svolítið frá bæði honum og svolítið afa, svona, þeir voru báðir svona æðislega góðlegir. Margir segja að þetta er þessi þarna, þetta er alveg hann, sko, en þeir eru nú oftast svona, held ég, búnir til úr nokkrum og hafa síðan bara öðlast eigið líf. Góðan dag. Já, takk. Ætlar að sitja í? Já, takk. Jæja, vinur, það er þitt mál. Það er svo hjólið, held ég. Vegna lélegrar rjúpnaveiði hefur skotmönnum verið gefinn kostur á því að veiða kvótalítla bændur. Hvernig hefur gengið? Nú, bara svona príða, ég náði 5 í dag, 2 sluppu. En varla kemur þessi bráð í stað rjúpunar, heldur þú kom ekki til með að sakna rjúpnabráðsins? Hann var allt sér að vita því ég er búinn að láta það að hanga. Það var nú reyndað þegar ég var 13 ára gamall, þá vorum við á svona, byggum í Hveragerði. Mamma hún var svolítið þvælingi þarna og mamma var svona að ráða sig í vinnu svona einhvað þangað. Þurfti náttúrulega að gangi í skóla þar og það var sama vesenið, bölvi fíblalæti í stráknum og kennarinn eða þeim við mig, þeir þoldu mikið og og ég var iðulega sendur til skólastjórans en hann var leikari. Hann var hann í leikfélagi Hveragerðinga og hann sá grínið út úr þessu. Því að þegar ég kom til hans og hann ætlaði að skamma mig, þá gat hann ekki. Því hann fór bara að hlæja, sko. Því ég satt þarna svona, bjóð til einhvern karakter sem var æðislega sorry og svona og hann sá húmórinn í þessu og hann bara gat aldrei skammið, hann bara hló og svo og hann fekk mig til þess að koma fram þarna á skólaskemmtun. Svo ég var fenginn og annar strákur sem var svona helmingi stærri en ég til að leika konu og kall. Hann var náttúrulega konan, helmingi stærri og ég svona kallinn. Og við bjöggum til svona dans, svona eitthvað tvíbladans
sem við svolítið hönnuðum sjálfur og með þeim. Og þetta sló svona rækilega í gegn að við vorum ráðnir til að koma fram á kvenfélagsskemmtun þarna. Ég fekk 500 krónur fyrir. Ég held að við mér að tvisvar skemmt og fengu pening fyrir. Þannig að þetta var það fyrsta. Þannig að þú byrjaði ferilinn sem atvinnudansari? Já, sem atvinnudansari, sko. En það sagði mamma alltaf um mig, hún sagði að þú átt eftir að vera dansari. Þegar ég var með fíblalæti heima svona fyrir mömmu, var með sjó, og þá var það alltaf svona ballett, svona fíblaballett hjá mig. Og hún var alveg klára því að ég yrði ballettdansari, svona æðislega frægur. Kraftur, kratarósin hefur tapað lit. Sama rósin sprettur aldrei aftur. Engan tilgang hafði allt mitt stríð. Það ömurlegt að vera krati, endalaust að stofna nýjan flokk. Íslensk pólitík allt í plati, einkum þar sem heitir vinstri blokk. Í mörgum gamanleikurum kannski hafa þeir átt erfitt sumir hverjir uppdráttar og eru alltaf að skemmta foreldrum sínum sem eiga kannski eitthvað bágt. Frá blautu bassbeini eru þeir að peppa einhvern upp og ég held að Laddi sé svolítið svoleiðis. Já, varstu með sýningar á eldhúsgólfinu eða? Stofuborðinu. Já. Það gerði ég fyrir mömmu og hemmabróðir. Það var bara ég var með sjó, alltaf, bara, og með alls konar karaktera og mest var það svo dans. Þrátt fyrir að skólaganga væri ekki beint uppáhalds hjá Ladda, þá fór hann í iðnskólann til að læra húsgagnasmíði. Hann hætti í námi þar og skömmu síðar var hann kominn í vinnu hjá kassagerðinni, þar sem líf hans tók óvænta stefnu. Það var Halli byrjar að vinna hérna í sjónvarpinu, í leikmyndadeildinni, og þeir koma þarna í kassagerðina að ná sér í eitthvað bylgjupappa eitthvað svona sem ætlaði að nota í leikmynd, hann og Snorri Sveinn, sáliði. Og ég var svona svolítið mikið að teikna svona í gamla dag, ég hafði gaman að teikna svona andlit á mönnum. Og var þarna að vinna þarna á einni vélinu og var alltaf að teikna svona á kassa, svona afgangsspjöld. Strákarnir hengdu þetta alltaf upp, svona myndirnar. Og Snorri Sveinn sá þetta og sagði, hver teiknaði þessar myndir? Strákarnir, Laddi var að teikna þetta. Hann sagði, já, svona listamenni heima í sjónvarpinu, ekki í kassagerðinni. Og hann var ráðinn á staðnum og var með mér þarna við vorum saman hann í nokkur ár. Við erum útvaxnar á ýmsum stöðum, rauðbirknar og frekknóttar, klofnar upp að herðablöðum, kaflónar og kýðbættar, narsýnar og nýrnaslappar, nefbrotnar í geng, vergarnar og veðurbytnar, valkyrjur í spreng, vergarnar og veðurbytnar, valkyrjur í einu spreng. Já, hann var bara svona, eins og segir, svona renglulegur strákur sem spilaði á trommur og dremdi um að verða mublusmiður, en það verði ekkert úr því því hann lenti inn í sjónvarpinu og lenti í ferðalögum, bara eins og gamla sagði í Brekkótssannál, sko. Hann bara skólaði honum inn í þetta og þá var það ekkert aftur snúið. Jú, hann svona feiminn, já, svona, en hann á það til, sko, að því hann svo feiminn að þegar hann kominn í einhvern bara svona smá karakter aðeins út úr sjálfum sér, þarf ekki endilega að vera bara einhver svona ofsalega yktur, sko, þá svona leikur hann á alls hoti, sko. Já, það mikið að sjá þig. Veistu hvað ég er búinn að bíða matur lengi? Nei, þú veist ekki, 2 tíma. Ég er búinn að bíða matur og það er alltaf alveg storkið í pottinum. Viltu éta þenni eitthvað? Svo menn að hringja henni, utan landur og maður veit aldrei hvað það er satt á landinu einu sinni, Hvernig var nú?
Laddi var á kústinum í stúdíóinu sem maður segir og það nú ævinlega þannig að þegar sko við að stilla upp og ljósameistarinn þarf að fínstilla svona lýsinguna, þá verður hann að fá einhvern til að standa í ljósinu og þá var gjarnan brugðið það ráð að kalla á kústinn og segja hann að standa í ljósinu. Og það var fljótlega þannig að leið og vélin var komin á hann og hann sá sig á skjá, þá kom eitthvað smá. Eitthvað fæddist, svona smá gríni eða hann gat ekki stillt sig. Hver uppgötvaði þennan mikla grínist á kústinum? Sko, ég held nú að Andrés Indriðason eigi mikla sög sko í þessu því að sagan segir hann hafi gengið að þeim og sagt þú getur verið undir borðinu, þú ert svo lítill og stjórna þessu en þú þarna vert þú þá fyrir ofan og vert þú hinn sko, eitthvað svona. Nei, ég held að þetta hafi nú verið svona mönnum ljóst sko. En þeir sem voru að vinna að dagskrárgerð, þeir áttu sig á þessu. Hendi í mig tómatsósuna þarna. Fleygði í mig tómatsósuna þarna. Þú ert náttúrulega búin að vinna hérna hjá sjónvarpinu áratugum saman, Já, ég veit ekki það voru 100 ár. Nei, ég segi það ekki, þetta er komið 40, þetta er að vera 50 ár, held ég. Og varst þú að vinna þegar Þórhallur, þegar Laddi byrjaði, varst þú? Heldur betur, já, ég var nú að vinna hérna þegar hann kom hérna. Fór að vinna hérna, þetta var alveg ofbóðslegur, flautaþyrill svona. Bara löfum fíblalæti alltaf í honum, þetta háað og læti og svona og eitthvað geiflur og grettur og svona. Ég sé fyrst til Ladda að hann er að hreyfa skrám, dúkkuna skrám hérna inn í stúdíói fyrir Andrés Indriðason. Og það var alveg sérstök stemning að fá að fylgjast með því því að gerðist alltaf eitthvað skemmtilegt sem ekki var í handritinu hjá Andrési. Og það var alveg einstök upplifun að sjá hvað hann var fimur og klár, hann Laddi, ekki bara að hreyfa dúkkuna, heldur líka að leika sér með þann texta sem Andrés hafði samið fyrir hann. Það sem gerist á þessum fyrsta árum sjónvarpsins sem náttúrulega sko maður fær seint þakkað er það að við villsingarnir fáum endalaust tækifæri til þess að búa til allt mögulegt án þess að vita nokkuð í okkar haus. Við erum alls konar tilraunir og það er þáttur sem heitir Birtingur. Ég held að þetta sé með verri þáttum sem að til hérna í safni sjónvarpsins. Algjörlega misheppnað. Það er ekki til, það vottar ekki fyrir neinu sem er gott við hann eða gleðilegt. Þar læt ég Ladda leika einhverja brúðu eða mannesku og augað á honum er munnurinn held ég eitthvað. Hann snýr á hvolf eða kamera snýr á hvolf og svo var saumastofan sem bjó til eitthvað gervi. Þetta var stór merkilegt í okkar augum. Þetta er ömurlegt. Þetta er eitt af sko, bara með því verra sem að það getur flett hérna upp. Það er ekkert í þessu. Þetta er ekki fyndið. Nú að fara að syngja sjálfur eins og ég syng nú vel. Med tonleikar som Mozart. En røtten så Þegar ég kom hérna í sjónvarpið þá byrjaði ég í leikmyndadeildinni sem ég hef verið í síðan. Það var eiginlega það bara hvað allir voru klárir. Ég bara sjokkeraðist yfir því. Ég hélt að ég væri klári maðurinn og svo kem ég inn í þennan undra heimil og þar eru bara allir séni nema einn. Hann er svona hlédrægar en aðrir, fyrir minna fyrir honum. Og það var Laddi, það var ekki það að hann væri ekki séni. Hann er svakalega fyndinn hérna inn í prófsinu, sko. Og við vorum dálítið spenntir. Svo man ég eftir því bara mjög skýrt hvenær ég sko varð bara sleginn, sko. Þá fórum við að æfa upp á æfingalofti niðri á Laugavegi. Eitthvað atriði í fyrsta skipti sem við vorum allir saman, ég og Gísli Rúnar og Halli og Laddi og vorum að æfa atriði sem átti að flytja í skemmtiþætti.
hlýtur að hafa verið svolítið áfall fyrir skemmtikraft að hvað maðurinn á kústinum var fyndinn. Nei, það var það nú ekki. Það var það ekki. Það var fyrst og fremst bara gleði og mér fannst þetta alveg svakalega flott. Strax kviknuðu, það neistaði á milli okkar mjög jákvætt, þannig að við verðum strax bara samlokur, sko. Þannig að hann var eiginlega svona, já, og við byrjuðum strax og hann byrjaði að semja með okkur, sko, kaffibrúsabrandara og svona, sko. Þannig kynntust við og svo bara kom Ladd út úr skápnum, eða var hleypt út úr skápnum hérna sem grínisti. Hann var nú, heldur hann lengi verið haldið hérna niðri, hann var alltaf að reyna að komast fram fyrir kamerurnar og hafði stöku sinnum tekist, til dæmis Ómar Ragnars Flosi og Ómar og fleiri sem voru með skaup og svona. Þeir komu nú strax auga að þarna var eitthvað undravert talent á ferðinni, sko. Þannig að þeir notuðu hann í skaupum sem að, og þá var Ladd ekki þekktur í mjög skemmtilegum og fyndnum atriðum, sko. Fræðilega útilokað að stinga ávísun undir stól. Útilokað. Næsti. Ég ekki rangæðingur. Þannig að ég tel það alltaf að þar hafa þetta byrjað, akkúrat. Ég man eftir einu atriði, ég lék var í einhverjum banka og með gúmmíteka og maðurinn rétti mér einhvern teka, sko, og ég tók hann og hann bara teygðist eitthvað svona og gjaldkynni vildi ekki taka unna því að þetta var gúmmíteki. Ég gat að sjálfsögðu ekki vita að þetta væri gúmmítekki fyrir en ég bað framseljandann að skrifa aftan á hann. Þetta gjörðu svo að skrifa aftan á. Það var eitthvað svoleiðis og svo var ég í einhverju öðru atriði sem ég var einhver píningameistari og með þumalskrúfu. Ég banna ekki. Ókst yfir á 40 km hraða eftir Hringbrautin á laugardag. Ég banna ekki. Fórst yfir á rauðu ljósi hádegið á laugardag. Ég beita bura. Ég er búinn að vera með nefklemmin á honum í allan morgun en hann fæst ekki til að játa neitt. Þetta var eitthvað sem Flosi bjó til. Ég man eftir þessu tvennu. Þetta var það fyrsta. Já, þannig að þú byrjaði svona smátt. Þú var ekki alveg byrjað á að leika tré en svona... Nei, ég byrjaði ekki á trénu. Ég fór aðeins lengra, sko. Ég velti fyrir mig hvort að Laddi væri raun til, það er alveg rétt. En og hann er svo fleiri leikarar og hann má alveg eiga það. Það er oft erfitt fyrir Ladda að leika Ladda. Fyrir ekki, leyfilegt að hjóla hérna yfir? Þú hefði leyfilegt að labba hérna? Það hét ég. Það hét ég. Fyrir ekki, hvernig fannst þér sjónvarpið í síðustu? Sjónvarpið? Já. Alltaf mikið að skemmti þáttum úr þess. Stór hluti af gríni Ladda í gegnum tíðina hefur verið í tónlistarformi. En upphaflega var tónlistin ekkert grín. Laddi ætlaði að verða heimsfrægur poppari og helst ríflega það. Næsta laugardag ætlum við að fjalla lagasmiðinn Þórhall Sigurðsson, textahöfundinn Þórhall Sigurðsson, trommarann Þórhall Sigurðsson og söngvarann Þórhall Sigurðsson. Og hugsanlega kemur Laddi líka eitthvað við sögu. Meira grín en mest þó músík eftir slétta viku.